Nú komið að því að færa hérna fyrstu færslubókina og við erum hérna á síðu 18 í kennslubókinni og við skulum fara hérna í fjármálastjórnun fjárhagur og velja þar færslubók. Ég ætla bara að draga hana hérna til og stækka. Nú, það sem við gerum í hvert einskipt sem opnum færslubók, við byrjum á því að stilla hérna vinnudagsetninguna. Við getum að sjálfsögðu, ef ég gerir til dæmis hérna í D, skrifa D, þá kemur bara dagsetningin í dag. En við erum að bóka hérna í janúar, fyrstu færslubókina, og það er svo þægilegt að geta skrifa kannski 7 og svo kemur janúar hérna eftir, en það kemur náttúrulega 7.10. að því við erum hérna í október. Svo að við ætlum að fara hérna í verkefni, vinnudagsetning og slá hérna bara inn fyrsti 14 og gera hérna í lagi. Og því næst skulum við skoða hvaða dálkar eru hérna sýnilegir. Við ætlum ekki að hafa alla dálkana hérna til að byrja með sem eru sýnilegir hérna eins og hérna almennt og þess áttar. Svo ég ætla að biðja ykkur að hægri smetla á einhvern haus hérna, eins og til dæmis á hausinn hérna lýsingu og velja hérna sína dálk. Og það sem að við ætlum að hafa haka við hér, draga þetta hérna aðeins til, nei, ég verð að stakka þetta, að það sem verður haka við er hérna bókunardagsetning. Við ætlum að hafa númer fylgiskjals, tegund reiknings, reikningunúmer, lýsing. Ég ætla að afhaka þetta bara. Við ætlum að hafa upphæð og vaskupphæð. Við ætlum ekki að nota mótreikninga fyrir að við byrjum að færa febrúar, svo að við bara afhökum allt hérna. Og þegar þau eru búin þá gerir þau bara í lagi. Og þá skulum við bara byrja að bóka og taka fyrsta fylgiskjalið. Og það er búið að stilla hérna fylgiskjalaröðina fyrirfram fyrir ykkur. Og hérna við flettum hérna upp á fyrsta skjalinu þar sem er lagt fram stofnfé og þá byrja ég bara, þetta er 7.1. og geri enter og enter. Hér þurfum við að segja hvort við séum að bóka á fjárhagslykil eða hvort við séum með viðskiptamann sem þið ætla að lána ykkur upphæð eða lánadrottinn eða bankareikning. Og við erum að nota bankareikningin B1010. Við erum ekki með eignir eða MF félagi. Svo ítum við bara á hérna öruna hérna og við erum að fá hérna inn á bankan fyrst og gerum svo bara enter. Og þá komum við hérna hólfi reikningur. Ef við vitum ekki reikningsnúmerið þá getið þið farið hérna ofan í og þá fáið þið lista yfir bankareikningana sem við höfum stofnað og við erum bara að nota einn bankareikning núna, svo ég tvísmelli bara hérna á, gerum svo enter. Svo skulum við passa okkur að hafa þokkalan texta og við segjum bara lagt fram stofnfé og svo gerum við enter og það er 1.500.000. Við erum ekki með vask í þessu og takið eftir því að það er sama fylgiskjalanúmer áfram að því við erum bara búin að færa í debit. Og svo er mótlykillinn, það er fjárhagslykill og nú ætlum ég ít á enter. Nú ef þið eru búin að setja lykillinn niður fyrir ykkur þá getur þið bara slegið hann inn, en þið getur líka farið hérna ofan í öruna og þá birtist hérna listin yfir bókhaldslyklana og ég get til dæmis leita hér. Þegar ég smelli hérna ef ég ætla að leita eftir heiti og þegar ég fer innan úr færslubókinni þá þarf ég ekki að fara hérna og velja leita eins og við þurftum að gera þegar við vorum í bókhaldslyklunum. Ég get bara byrjað að skrifa hérna hluta fé sko og ég ætla bara að sitja hérna
áfram og þið sjáu hérna er hlutafé hér. Ég geti gert þetta að finna næsta og þá sjáu þið hlutafé hér og svo geti ég tvísmelt. Svo ger ég enter. Nú, ég ætla að hafa sama text á fyrir ofan og ég geti skrifað það sama en það er líka mjög þægilegt að íta bara F8 á lyklaborðinu og þá afritar hún það sem er fyrir ofan. Svo gerum við bara enter. Nú, við erum með sömu upphæð og þá ger ég F8 og mínus. Það má líka skrifa mínusuna undan ef þið eru ekki að nota F8. Svo ger ég bara enter og takið eftir því hvernig staðan er 0 og 0 hérna. Það á að vera þannig. Ef að ég hefði gleymt að setja mínusinn hérna, gerir hérna enter og enter, sjáu þið hvernig staðan er núna 3.000.003 og hún skiptir ekki fylgiskjalanúmer. Það segir okkur að það er eitthvað ekki í lagi. Svo það er gott að hafa augun á þessu, skiptir hún fylgiskjalanúmer og jafna staðan út hérna. Svo ég ætla að fara bara aftur og setja mínusinn og gera hérna enter. Og sjáu þið núna, nú situr hún hérna fylgiskjal númer 2. Nú, í næsta þá hérna erum við að taka húsnæði að leigu og við ætlum ekki að borga leiguna strax. Og við erum fyrst með fjárhagslykil og við getum farið hérna ofan í og skrifa hérna bara húsaleiga og takið eftir hvernig hún kemur hérna bara strax upp þegar ég leita. Tvísmelli og ég segi hérna húsaleiga leiguver og það er hérna 150 skall. En við ætlum ekki að borga strax svo að við þurfum að velja núna lánadrottin af því við ætlum að bóka í lánadrottakerfið. Og við gerum hérna enter og nú ætlum ég að athuga hvort að við eigum til spjald fyrir viðkomandi lánadrottin. Svo við förum hérna ofan í og hann er til hér. Ef að það er ekki til spjald að þá getið þið farið hérna niður og opnað spjald og farið hérna í nýr lánadrottin og stofnaðan bara í kvelli. En ég gerir bara escape til að bakka og ég ætla að nota bara lánadrottaspjaldi sem er til hérna. Og svo gerir ég bara F8 og mínus og þá er þetta komið hérna. Nú það er ágætt svona reglulega að kíkja hérna inn í bókun prófunarskýrsla og sjá hvort að það sé ekki allt í góðu. Og svo ætla ég að gera forskoðun. Og þá getið þið séð hvort að það stemma allt hérna. Takk fyrir.